Adam, komin í K.A. velkomin til Akureyrar. Hvernig er að vera komin í K.A.? Takk fyrir, bara yndislegt. Þetta er búið að vera löng fæðing. Þeir eru búin að hafa áhuga mér í mörg ár, þannig að þetta er bara loksins orðið að vera þetta. Hefur einhvern tíma verið nálægt í að koma, þú veist, svona virkilega nálægt í? Ég veist, já, en ég myndi ekki segja það. Ég var alveg oft íhuga, en svo einhvern veginn hefur það erfitt að taka skrefið að koma norður, en mér fannst bara rétt tímapunktur náttúrulega núna. Og af hverju ertu komin núna? Bara, mér finnst K.A. uppleið og það er með virkilega gott lið og spennandi þjálfara og bara allt í kringum klúbbinn í toppstandi, þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir því og mér finnst þeir eiga mjög mikið inni, þannig að ég til mig geta hjálpað þeim að gera það og ná okkar markmiðum. Ertu búin að koma þér fyrir? Yes, ég reyndar ennþá bara á Tengdó, en ég vonandi fæ íbúð eftir helgi. Hjá Tengdó, hvar er kærastan? Hún er reyndar heima bara núna, en hún er reyndar í bænum, býr í bænum, en ég kem einn hingað. Og þú veist enga líkur að þið verið hérna eitthvað lengur? Jú, ég er alveg alltaf opinn fyrir því sko, að bara sjá til hvernig þetta gengur og bara eins og segja, núna er þetta 6 mánaða samningur að sjá hvernig það er að búa á Akureyri. Þú tala vel um það sé gott að búa á Akureyri, þannig að ég býst ekki við neinu öðru, þannig að ég sjá hann bara til. Og að vera komin í K.A., hvernig svona, hvað langar það að afreka? Mér langar að ná topp 6 allan til að byrja með, mér finnst þarna stutt í það og bara líka að byrja að vinna leiki back to back og bara ná einhvern veginn festu í líka í minn leik að ná að spila week in, week out og bara einhvern veginn ná að njóta þess að spila fótbolta, skiljum. Maður er búinn að vera einhvern veginn smá núna í 2 ár eftir Ítalíu og líka eftir að koma heim og svona einhvern veginn svona inn út á liðinu, þannig að nú er komin tíma að bara festa þessi sessi og einhvern veginn að fá mínútur í öllum leikjum, sko. Fyrsti leikurinn getur orðið núna á útivelli helgina, hvernig líst þér á það? Bara gríðarlega vel, að byrja á heldur löngu ferðalagi en það er bara yndislegt, það er loksins gott að fá að spila. Ég er búinn að spila í nánast mánuð eitthvað, þannig að ég er bara gríðarlega spenntur að fá að spila. Komin í K.A. og umræðan er bara, það er slatti af sóknartengilegum, sóknarmönnum í liðinu. Hvernig líst þér á samkeppnina? Bara gríðarlega vel, ég held að samkeppnin sé alltaf góð sko, ég held að gera það gott fyrir alla bara held ég, en bara, við erum bara með gott lið í heildina litið sko, það er saman hvað stöðu þú lítur á, þannig að ég bara til það bara gott, jákvætt. Hvað er það að geta gefið K.A. liðinu? Vonandi mörk og stóðsendingar og bara winning mentality, ég er búinn að taka þátt í liðum sem eru búin að vera að vinna titla og vera að berjast titla, þannig að ég tel mig að geta komið með eitthvað svona reynslu á því og maður er eldast, þannig að lítur að koma með eitthvað reynsla með því. Það voru svona fleiri félög orðið við þig. Var þetta erfitt val á endanum? Já, ég myndi alveg segja það og ég er þakklátur fyrir áhugann sem ég fekk frá mörgum liðum og það er virkilega gaman að vita að lið vilji fá mann og bara finna fyrir ást, þannig að bara ég er þakklátur fyrir það og jú, þetta var ekki auðveld ákvörðun en ég taldi þetta að vera besta ákvörðun. Fyrsti heimaleikurinn verður svo hérna á móti Þór. Ég sýnist alltaf inni í K.A.-heimilið að vera mikill áhugi hvernig leggst sá leikur í þig. Bara virkilega gaman, ég hef aldrei spilað K.A. Þórleik og maður er búinn að heyra góða hluti, maður er búinn að spila nokkra stóra leiki einhvern tíðina, ég spilaði á Víkingsvelli á móti Leikni og runni titilinn og bikarúrslitaleiki og svoleiðis, en ég held að þetta sé aðeins öðruvísi, þetta er aðeins persónulegri á fólki, þannig að ég er bara gríðarlega spenntur og þetta verður bara gaman. Liðið verður einmitt hérna á þessum velli sem við stöndum á, hvernig líst þér á þetta mannverki? Þetta er bara sturlað, ég held að bara einn besta aðstæða á landinu þegar hún verður klár sko, ég held að það sé nokkuð ljóst, þetta er bara ógeðslega gaman og gott fyrir K.A. og bara þeir eiga þetta skili og þetta Sævar og menn í kringum með þennan klúbbi eru búin að leggja gríðarlega hart á sér að ná þessu gegn og halda þessum klúbbi gangandi sem er ekki auðvelt veit ég út á landi, þannig að þetta er bara virkilega gaman fyrir þá og ég er bara gaman að taka þátt í því. En förum aðeins í þína fyrrum vinnuveittu Val, af hverju ertu farin frá Val? Það er bara margt sko, ég tel það bara akkurat núna besta ákvörðun fyrir mig að fara og fá að spila fótbolta og bara einhvern veginn ná að njóta mín og þetta er bara staðan akkurat núna, mér líður best að koma hingað og þá bara ákveða að kýla það. Súr endalok? Það er aldrei gaman að fara á félagi sem er búin að vera í 4 ár og ég þykir vænt ég þykir vænt marga í kringum klúbbinn og þekki marga og eignast marga góða vini og auðvitað er það súrt og leiðilegt en svona er bara fótbolti. Þú varst bara í síðustu leikjum Hemma, varstu ekki, þú komst ekki inn og varstu ónotaður varamaður, veistu ástæðuna fyrir því? Nei, ég svo veit það ekki sko en það væntanlega eitthvað með framtíð mína að gera en svona er bara fótbolti og maður er að taka því í vonda og líka því góða skilur og stundum er þetta bara svona en maður er uppi góða tíma líka þannig að maður er bara að líta það staðinn fyrir að vera brjóta sinna sjálfan niður og þetta var jú erfitt og þetta er erfitt að vera fara frá félagi sem bara búin að vera í 4 ár og þykja vænt en hins vegar þá var ég ekki tilbúin í þetta.
Réttar og kostið þetta, ritaður færslun á Facebook þar sem varst að kveðja Val stuðningsmenn og svoleiðis. Þakka þér fyrrum formanni mikið fyrir. Ertu eitthvað svektur út í núverandi stjórn Vals? Nei, bara alls ekki. Mér finnst bara Börkur eiga skilið að fá skilur frá mér sem að hann tók mig í Val og er búinn að gera gríðarlega mikið fyrir mig og bara erum góðir vinir í dag og mér finnst hann eiga sérstaklega skilið að fá sjátt frá mér út af því að hann hefur hjálpað mér gríðarlega mikið í erfiða tíma líka og fótbolti er rússíbanni sérstaklega andlega þannig að hann hefur hjálpað og stutt við bakið á mig í hvert einu skipti þannig að mér finnst hann eiga sérstaklega skilið að fá það sjátt. Undir lok tímasins Vals varst að æfa einn valla og voru fréttirnar þannig. Var það eitthvað sem þú vildir? Ég helst vill ekki sjá mig það. Eitt í lokum bara, í vor varstu orðaður líka í skiptidíl við Breiðablik, getur eitthvað sagt um það? Nei, ég svo sem get ekkert sagt um það en ég veit að Breiðablik er gríðarlega flottur klúbbur og ég er þakklátur fyrir það og að sýnt mér áhuga en hins vegar er ég bara ánægður með þessa útkomu núna og bara, já, gríðarlega sáttur að vera hérna og ég ætla að fókusa á það. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það.